Jæja, góðan dag. Bæði þið sem eru hérna í salnum og þið sem eruð að horfa á þetta á netinu. Ég heiti Einar Gunnar Guðmundsson, starfa í fjármálaráðuneytinu og við erum hér saman komin til þess að kynna okkur nýja áætlun Evrópusambandsins sem heitir Digital Europe. Dagskráin eins og þið sjáið hérna. Við ætlum aðeins að fá svona innsýn inn í það hvað áætlunin felur í sér fyrir íslenska aðila sem að geta verið mjög breytilegir. Við ætlum að fá fólk úr svona mismunandi greinum eða þáttum sem að áætlunin á við og í kjölfarið þá ætlum við mögulega að leyfa aðeins einhverjar spurningar og svo fyrir þá sem eru í salnum að verða smá veitingar hérna í boði á eftir. Eins og ég sagði þá starfa ég í fjármálaráðuneytinu og einhver getur spurt sig hvað fjármálaráðuneytið að vilja upp á dekk með það að kynna þessa áætlun. Og það einfalt, fjármálaráðuneytið ábyrgt fyrir upplýsingatækni málum ríkisins og stafrænnar þjónustu og það má segja að eins og stafræn stefna, skýjastefna, gagnamál og annað eru á ábyrgð ráðuneytisins og Digital Europe áætlunin reyndar ekki bara verkefni ráðuneytisins heldur stjórnsýslunnar allra og aðkoma fólks í undirbúningi áætlunarinnar hafa verið úr mörgum ráðuneytum hér á Íslandi. En þá að málefni dagsins, það sjálf áætlun. Eins og ég sagði að þá þetta ný áætlun, þá má rauninni segja að hún sé bara sambærileg við Horizon áætlunina sem að margir þeir sem hafa starfað í rannsóknar og nýsköpunarumhverfinu þekkja. Þó með þeim að hér ekki endilega verið að hugsa rannsóknir, heldur verið að hugsa stafvæðingu Evrópu í heild sinni. Og þið sjáum á þessari glæru umfangi á þessari áætlun. Horizon svona ein af stærri áætlunum Evrópusambandsins upp á 96 milljarða evra. Digital Europe áætlunin 7,6 milljarðar evra. Og það átt að setja það í samhengi. Þetta einhverjir 105–110 milljarðar íslenskra króna og ætluð til þess að, getum við sagt, almennt auka samkeppnishæfni Evrópu sem hagsvæði og inn í þessum þáttum sem eru þá netöryggi, gervigreind, hæfni eða færni starfsfólks, skammtartölvur eða reiknigeta. Og það sem áhugavert við þessa áætlun að hún annars vegar það sem maður getur sagt eða við það kemur nú að fyrirgefa því á næstu glæru. Ég byrja á því að segja að hugmyndafræðin rauninni bara þessi að hún á að vera einhvers konar brú á milli rannsóknar og þróunar og að því að geta komið vöru á markað. Hún tvískipt að því leyti að hún bæði miðstýrð og dreifstýrð. Það að segja miðstýrð frá Evrópu. Sá hluti alveg svo sami eins og maður þekkir í öðrum áætlunum eins og Horizon. Það að segja að aðildarríkin þau senda inn umsóknir miðlægt til Evrópusambandsins til þar til gerðra stýrihópa eða hvað maður nú kalla það, sem að meta þá umsóknirnar og gefa þeim einkunn og úthluta þeim upphæðum sem í boði eru hverju sinni. Og það var við þessum 4 hluta, en einn hluti áætlunarinnar sem sagt dreifstýrður. Það þýðir þá að starfsemin í hverju landi fyrir sig. Og það verður fjallað hér á eftir, þannig ég ætla ekkert að ræða það. Og þá eðlilegt að fólk spyrji sig fyrir hverja þá þessi áætlun, hverjir eiga erindi eða ekki bara eiga erindi, hverjir geta og eiga rétt á því að fá úthlutun úr þessum sjóðum
eins og við sjáum að þessum lista, það eru svona nokkurn veginn allir, fyrir utan mögulega einstaklinga. En þannig að þetta er gríðarlega víðtækt, allt frá, getur sagt, skólum eða landshlutasamtökum, fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum og svo framvegis. Í íslensku samhengi þá held ég sé svona óhætt að við tölum bara íslenskan veruleika, að þá erum við að tala menntastofnanir, aðrar stofnanir, ríkisstofnanir eða sveitarfélög og klárlega einkafyrirtæki. Þó svo annað sé klárlega ekki útilokað, en með grófum dráttum má segja að hver sem nánast getur sótt í áætlunina. Nú þá aðeins bara þessa þætti. Ég tók þessa lýsingu einfaldlega bara af vefsíðu áætlunarinnar og við munum fá Kristín Þórisson til að tala tækifærin í gervigreind á eftir. En eins og við talaðum þarna, þessar common data spaces, skýjalausnir, hina og þessa vettvanga, plattforma og tæknilega innviði sem snúa að þessu. Það getur náttúrulega eins og í íslensku samhengi verið áhugavert að koma upp einhvers konar pröfuumhverfi. Og auðvitað Evrópusambandið að hugsa þetta í stærra samhenginu, hvernig getum við unnið saman að því að tengja net saman og svo framvegis. Nú þegar við erum að tala skammtatölvur og svona high performance computing og að þá það sem athyglisvert í þessu að Evrópusambandinu mjög umhugað að styrkja innviði aðildarríkjanna. Og í þessu, sérstaklega þegar kemur að þessum þætti, þá ekki endilega farið fram á að það sé með fjármögnun eða með mótframlag. Í sumum tilfellum þegar verið að koma upp flóknum búnaði að þá hægt að fá styrk til þess að einfaldlega koma sér upp búnaðinum. Það 100% styrkur. Við þekkjum það í þessum áætlunum, þá krafist mótframlags 20%, allt upp í 50%, en eins og sérstaklega í þessum lið þá þarf það ekki að eiga við. Nú netöryggi náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni svona allra síðustu misseri og Evrópusambandið hefur haft miklar áhyggjur af því að hvernig önnur hagkerfi eða hagsvæði hvaða áhrif þau gætu mögulega haft á aðildarríkin innan Evrópusambandsins og þess vegna gríðarlega mikil áhersla lögð á þetta og ætla sér til dæmis að koma upp miðstöð netörygis í Budapest. Það þarna þetta neðsta, European Cyber Security Competence Center, sem að öll aðildarríkin munu eiga aðild að og þetta snýst þá að deila þekkingu, styrkja innviðina og svo framvegis. Það sem áhugavert í þessu það að við setjum bara Ísland aðeins í samhengi við þessar áætlanir. Að við höfum ekki bara verið þeirri lukku aðnjótandi, heldur hafa umsóknir Íslands einfaldlega verið af því kaliberi að aðgöngumiðin sem að stjórnvöld hafa greitt inn í áætlanirnar, fyrri áætlanir, að þær hafa skilað sér tilbaka og meira en það. Þannig að ef í þessu tilfelli, ef við gefum okkur að Ísland væri að borga 100 inn í einhver áætlun, að þá hafa íslenskir aðilar, hverjir sem þeir verið að fá meira heldur en 100 í formi þessara miðlægu styrkja. Það náttúrulega bara frábært. Við náttúrulega reynda lítið land og hér gríðarlega mikil og góð þekking og vonir okkar náttúrulega bara að standa til þess að fyrst að búið að greiða aðgöngu með hann, að við njótum góðs af því, þannig að það getur ekki annað en verið bara mikil og góð hvatning fyrir íslenska aðila að snúa bökum saman og byrja að hugsa frábær verkefni í samvinnu við sitt fólk. Og svo ætla ég nú bara að ljúka þessu að
við vitum það að þegar ólík fræðasvið eða viðskiptasvið koma saman, það alltaf einhvers staðar hérna í miðjunni það sem að góðu hlutirnir gerast. Þannig að það nú svona mín hvatning bara til fyrirtækja og aðila að vera algjörlega opin fyrir þessu samstarfi. Við viljum klárlega vera hérna svona in the forefront eða vera fremst í því að styrkja þessa þætti sem að sérstaklega þessi áætlun að byggja upp á og sýna bara dálítið frumkvæði og dugnaði í því. Þannig að þá hef ég lokið mínu máli. Næst ætlar Katrín Jónsdóttir frá Rannís að koma og tala þeirra hlutverk í þessu. Bara á praktísku nótum fyrir þá sem að koma hérna upp á eftir að tala í þennan mikrofón þannig að allir heyri. Það líka mikrofón sem að hér sem að dugar þá fyrir útsendingu. Nú ég á on-takkan hérna. Ég ætla að biðja líka fyrir bara það sem koma hérna á eftir að þegar við lokið ykkar glæru að ýta á einni viðbót þannig að næsti flytjandi taki við glærun. Takk. Takk hérna. Já, kæra þakkir fyrir einakunnarkynninguna og sæl öll sömul hér inni nær fjær. Ég ætlaði semst að taka að mér hér til að kynna svona okkar aðkomu að Digital áætluninni og með mér hér í dag átti hann Anders Ottosson að vera en hann sem niður borðaðlæðist en var fyrir góður kveðjur fyrir grannar. Einar kunnar og svona heitarúðan aftur sem gott og ég þá í raun bara að það að tala svona mest hvað þessi, hvað erum við að tala með þessi áætlun og hérna en mér langaði aðeins svona áður en ég fyrir að tala okkar þátt í Digital Europe áætluninni þannig að okkar þjónustu að staldra aðeins við þessari glæru hér og tala þessa þrjá mikilvægu punkta af hverju þessi áætlun komin núna sem viðbót við aðrar Evrópuáætlanir og það einna helst þessi þrjú atriði. Að við þurfum að byggja upp stafræna færni hjá þátttökuþjóðum og einnig að stuðla að breiðri notkun stafrænnar þekkingar eða tækni fyrir íbúa og fyrirtæki í Evrópu. Og það aldrei mikilvægara núna að þessi stafræna tækni sé aðgengileg, sérstaklega í ljósi núverandi hamfara. Og við þurfum ekki að fara nánar út í það, sem liggur yfir allri heimsbyggðinni núna. Og svo mikil áhersla hjá Evrópusambandinu og hjá Evrópu að gera okkur sjálfstæð þegar kemur að stafrænni tækni og við þurfum ekki að vera háð öðrum svæðum hvaða lausnir og kerfi varðar. Þannig að svo hoppum við þessa, þið vitið þetta, einakunnur fórum við þetta. Svo langar mig aðeins að fara út í þá praktíska atriði. Við hjá Rannís munum taka við umsýslu á Digital Europe áætluninni og þar með vera svona ykkar tengiliður þegar kemur að því að sækja í þennan sjóð. Og hérna allar upplýsingar Digital Europe náttúrulega að vera aðgengilegar á netinu en eins og Evrópu einnig lagið að þá eiga þau til að flækja hlutina meira heldur en einfalda. Þannig að til þess erum við hér til að fara í gegnum þennan frumskóg með ykkur. Og við munum líka taka saman allar nauðsynlegar upplýsingar, hlekki og náttúrulega senda ykkur glærurnar eftir þessa kynningu, þannig að engar áhyggjur. Styrk hlutfalli, mér finnst mikilvægt að koma því á framfæri og einakunnur þú nefndi það líka að þetta alveg frá 50% upp í 100% fjármagn. Og ég vil endilega biðja ykkur að vera vakandi yfir þeim hluta. Þar liggja mörg tækifæri.
Umsækjendur þurfa að vera frá almennt 3 Evrópulöndum og þar erum við að tala þá frá aðildarríki Evrópu og svo associated country sem að Ísland sem hefur gert samning við Evrópusambandið þó séu sem ekki í Evrópusambandinu og jafnvel að taka inn líka lönd frá widening countries, eða lönd sem eru kannski undir efnahagslega, koma þeim inn í samstarf, rannsóknarsamstarf eða implementation samstarf. En við munum fara út í þetta svona nákvæmir atriði með ykkur í sér sniðinni þjónustu, eins og þörfin kallar á. Upphæðirnar eru að lágmarki 1 milljón evra per styrk en svo það svolítið misjafnt eftir styrkjum. Þannig að ég bið ykkur að skoða hvert og eitt kall bara vel vandlega fyrir sig og við getum líka aðstoða ykkur að vinna úr því hver upphæðirnar eru nákvæmlega. Og lengd verkefna allt frá 9 til 48 mánuðir. Svo rétt að við förum yfir helstu dagsetningar. 17. nóvember síðastliðinn, þá opnaði fyrir 28 köll í Digital Europe áætluninni og umsóknarfrestur 22. febrúar 2022. Síðan munum við senda á ykkur tengil inn á Evrópustyrktarsíðuna. Þannig að þið hafið góða yfirsýn yfir þá styrki sem í boði núna. Og þessi köll eru náttúrulega bara brotabrot af allri áætluninni og það munu fleiri köll berast eftir sem líður á áætlunina. Síðan svona af gullglærunni, það okkar þjónusta. Og við erum mjög ánægð með það að fá að taka yfir umsýslu þessa sjóðs og vera svona ykkur innan handar sem ætlið ykkur að skoða þennan möguleika. Og við settum þetta upp í svona einfalda kassa. Þetta algjör frumskógur að skoða styrki, Evrópustyrki. Og við stöndum á því fastlega að við ætlum að einfalda það ferli fyrir ykkur. Og við munum gera það bæði í hópum, og einnig líka í sérsniðinni þjónustu til fyrirtækja og stofnana og samfélaga. Og þegar ég tala í hópum þá stöndum við frammi fyrir vinnustofu, umsóknarvinnustofu sem á að fara í gegnum öll þessi grunnskref þegar kemur að því að sækja styrk. Það má segja að við séum að fara í gegnum nánast allt með ykkur nema að skrifa. Við gerum það ekki. Þannig að við getum verið bæði klappstýran ykkar, auka starfsmaður og svara símtölum þegar þið eru komin í tímaþröng eða vantar sálfræðihjálp. Við gerum annað mikilvægt og það hluti af þjónustu innan Rannís sem heitir Enterprise Europe Network. Það stærsta tengslanet heims, skulum við segja. Við búum yfir 3000 sérfræðingum í yfir 67 löndum sem hafa þessa lokal þekkingu á sínum viðskiptavinum sem við getum haft samband við og spurst eftir mögulegum samstarfsaðilum fyrir okkar viðskiptavini hér. Þannig að við getum nýtt okkur það tengslanet til að finna samstarfsaðila inn í rannsóknarverkefni með ykkur. Og eins og ég sagði áðan, við munum fara skref fyrir skref í gegnum umsóknarferli með ykkur, svara nauðsynlegum spurningum sem koma upp og bjóða ykkur upp á sérsniðinn stuðning í gegnum þetta ferli. Og hvort sem það þá beint til að sækja í áætlanir eða ykkur vantar upplýsingar erlenda markaði
eða annars konar viðskiptaþjónustu þegar þið eru að leita út fyrir Ísland, að þá endilega komið til okkar, til Rannís og hafið samband við okkur og við erum til staðar. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, heldur bara að segja ávallt viðbúin. Og eins og ég nefndi áðan að þá Hannes höfuðið í þessari áætlun og ég honum innan handar. Og bæði hann og ég hlökkum bara til að fá að heyra frá okkur þegar kemur að samstarfi. Takk fyrir mig. Já, sælverði, það var þessi hérna, ekki? Jú. Ég heiti Sigríður Valgeirsdóttir og kem úr atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og kemur þá þeim hluta sem síðar meir mun heita vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti þegar það kemur. Þannig að það nóg að gerast. En við höfum verið að vinna að þessu verkefni saman þvert á ráðuneyti og ég ætla að segja aðeins frá þessari miðstöð stafrænnar nýsköpunar, eins og við köllum það, eða EDIH verkefninu, sem einmitt hluti af Digital Europe prógraminu. Þessi kassi hérna. Og eins og Einar Gunnar nefndi áðan þá þetta þessi dreifðstýrði hluti áætlunarinnar og sem byggir mjög mikið á þátttöku landanna. Og auðvitað erum við ekki komið með alla upplýsingar í dag fyrir þetta prógram, en við sem gefum ykkur svona stöðun á því hvernig þetta stendur þessa mundir. En hlutverk EDIH, sem European Digital Innovation Hub, eða sem við köllum þá stafræna miðstöð, nýsköpunarmiðstöð. Hlutverkið þetta að auka færni og notkun stafrænnar tækni í samfélaginu og hagnýta þá þekkingu og þær rannsóknir og þá þróun sem á sér stað til dæmis úr hinum prógrönnunum á sviði öfurtölva, gervigreindar og netöryggis. Þannig að þessi miðstöð, þessi klasi eða miðstöð mun verða svona samþættingaraðili fyrir hin prógrammin og tala við þau öll. Þegar við erum að tala svona óhagnaðardrifinn samstarfsvettvang og stundum þægilegt að nota orðið klasi fyrir þetta, sem á að styðja við stafrænar umbreytingar og tækniþróun einmitt hjá þessum aðilum sem hér koma sækja í þessi prógram. Og ekki bara þeim sem inn í Digital Europe sækja í þá sjóði heldur til að auka stafræna færni í löndunum sem að taka þátt. Það eru 4 megin hlutverk sem að EDIH mun gegna og þau eru sýnt hérna í þessum kössum. Það fyrsta lagi erum við að tala umhverfi til prófunar og staðfestingar. Þetta svona test before invest vettvangur. Í öðru lagi erum við að tala vettvang sem stuðlar að menntun og uppbyggingu hæfni og færni á sviði stafrænnar tækni. Í þriðja lagi erum við að tala stuðning við fjármögnun og fjárfestingar á þessu sviði. Og í fjórða lagi erum við að tala netkerfi og vistkerfi, tengslanet á sviði til nýsköpunar í stafrænni tækni. Og ef við förum aðeins nánar bara út í þetta, þá erum við einmitt að tala þetta test before invest, aðgangur að sérfræðiþekkingu og þjónustu á þessu sviði. Og í gegnum þessar miðstöðvar getum við komið okkur upp aðstöðu eða tækifærum til prófana á nýrri tækni. Hérna værum við að prófa gera tilraunir, gera prófanir áður en förum að skala upp, áður en förum að kynna það fyrir öðrum aðilum. Við erum líka að tala þjálfunarsentir og námskeiðahald.
og stuðning við að finna fjármagn og hérna mætti kannski nefna í framhaldi af því sem Katrín var að kynna að við sjáum fram á að EDH geti haft náið samstarf við Enterprise Europe Network verkefnið og jafnvel Startup Europe sem nú minna þekkt hér en þarna sjáum við fyrir okkur að þessir aðilar sé að vinna þétt saman að því að finna fjármagn. Og svo aftur þetta ekosystem eða vistkerfi til nýsköpunar. Og svona nú ég lánaði nokkrar glærur úr kynningarefni frá EDH og frá fundi sem var haldinn fyrir mánuðinum eða í miðjan nóvember þar sé. Þannig að sumar af glærunum hér á eftir verða á ensku, ég vona það fyrirgefist. En þetta svona teiknað upp hvernig markmiðið að byggja upp svona miðju með einhver þekkingarklassa og þetta tóna við síðustu glæruna hjá Einari Gunnari, má segja, að með því að tengja saman Enterprise Europe Network, EDH og svo aðra klasa færnisetur eða fyrirtæki á viðkomandi svæði, þá erum við komið með þennan þétta massa sem þarf til þess að koma einhver áleiðis. Og við náttúrulega ekki eini í þessu, heldur mitt markmiðið að þarna sé verið að byggja upp svona setur, svona miðstöður alla Evrópu, ekki bara 100, ekki bara 200 jafnvel fleiri, sem eru þarna að vinna saman til þess að koma í Evrópu eitthvað áleiðis í stafrænni tækni. Og það náttúrulega svar við því að það eru áhyggjur innan Evrópusambandsins og sérstaklega á sviði nýsköpunar við sem að dragast aftur úr miðað við aðrar þjóðir og þarna þurfum við að snúa bökum saman til þess að komast eitthvað áfram. Og þarna sjáum við þarna að gula debilinn þarna í miðjunni, það væri þá lokal miðstöð í hverju landi sem þá í annars vegar að tala við aðila í sínu heimalandi, háskóla, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök og svo hins vegar að tala við aðra miðstöðvar Evrópu og eru í samstarfi við það og þar fyrir utan verður sett upp svona það sem kallað Digital Transformation Accelerator eða einhvers konar hraðall sem á að stuðla frekar að þessu samstarfi milli miðstöðvanna. Og af hverju ættu miðstöðvarnar að vilja vinna saman? Það eru margar ástæður til þess. Ein nú einhver sem við náttúrulega munum þekkja mjög vel hér, vegna þess að hér á Íslandi við og munum ekki hafa yfir allir þeirri þekkingu og þeirri tækni að búa sem við myndum vilja og þá náttúrulega gífurlega mikilvægt að geta tengt sig við aðra miðstöðvar í Evrópu til þess að bakka okkur upp það sem okkur skortir tækni eða þekkingu. Við viljum líka geta miðlað málum, komið okkar þekkingu á framfæri til annarra eftir þar sem við getum það og okkar tækni. Við viljum geta lært hvert af öðru, eðlilega, og svo þurfum við þetta netverk til þess að geta skalað upp okkar tækni. Og í síðasti punkturinn kemur inn á þetta að við gegnum svona miðstöð, tengslanet miðstöðva, að þá höfum miklu meiri tækifæri fyrir okkar sprota og okkar frumkvöðla að ná tengslum við aðra sprota og jafnvel fjárfesta þarna úti í heimi. Þannig að samvinnan við aðra miðstöðvar gífurlega mikilvæg og þannig að við þurfum að hugsa þetta þannig að við erum að taka þátt í einhverju, við erum bæði að þiggja og líka að gefa á okkur í þessu samstarfi. Og hérna svona glæra sem á að sýna hvernig hugsunin að þessar miðstöðvar séu líka einhvers konar hraðall inn í hinn prógramin, inn í Digital Europe prógram, hvort sem það inn á gervigreind eða ofur tölvum eða netöryggi, að þá einmitt getur miðstöðin þarna miðla málum og láti hlutina gerast hraðar. Við höfum, þetta fór eitthvað í, sem sagt hér á Íslandi þegar frá því þetta var kynnt fyrir árinu og Digital Europe programmi var að svona komast í meiri umræðu, að þá tókum við okkur saman úr nokkrum ráðuneytum og fórum að undirbúa hvernig við gætum tekið þátt í þessu verkefni evrópskar miðstöðvar stafræna tækni eða EDH verkefnið
og það sem sagt Einar Gunnar og ég og Stefán Baldursson og Ásgerður úr menntamálaráðuneyti og Sigurður Emil og Elín Sif úr samgönguráðuneyti og öll eru þessi ráðuneyti núna að breytast en verkefni heldur áfram óbreytt og svo með aðkomu Rannís, Ágústar og Hannesar og Katrínar og fleiri og svo Andri og fleiri úr Stafrænu Íslandi. Við höfum verið að skoða hvernig við getum á sem bestan hátt tekið þátt í þessu verkefni. Og eitt af því sem þurfti náttúrulega að semja eða skoða var hvað við gætum mögulega fengið stórt framlag úr þessu verkefni og fengum einhvern sumar þær upplýsingar sem kveða á 708.000 evrur á ári í 3 ár og það miðað við að Ísland, þetta allt miðað við stærð landsins, að hérna myndi vera stuðningur við eina miðstöð. Þannig að það svona það sem við leggjum upp með, að við getum sótt stuðning til þess að byggja upp eina miðstöð hér á landi og þetta væri þá árlegur stuðningur ef umsókn okkar fær samþykki. Og þetta allt reiknað út frá kvótum, út frá mannfjölda og þess háttar. Þegar að fjármagn, ef okkar umsókn fær samþykki og við erum komin inn í prógrammið, að þá og prógrammið fer af stað sem verður þá eftir kannski tæplega ár, að þá mun eins og þeirra er von að vísa verið beðið alls konar framvinduskýrslur og mælikvarða á því hversu vel þetta ganga og það verður metið bæði í því hversu margar nýjar fjárfestingar að koma út úr þessu, hversu margir samningar að koma og hversu mörg fyrirtæki eða sprotar að fá stuðning úr þessu verkefni og hvernig þessi svona digital maturity, hvernig tæknileg og stafræn tækni að þróast á viðkomandi svæði. Þannig að þetta allt saman metið og þeir eru með sína mælikvarða sem til þess að skoða hvort að þetta að skila þeim árangri sem lagt upp með. Þannig að við göngum bara keik að þessu og lítum svo á að við munum verða góðir þátttakendur í þessu verkefni. En það auðvitað ekkert í hendi strax. Við, sem sagt, það sem við höfum gert núna þessu ári að við auglýstum eftir áhugasömum aðilum til þess að sem gætu hugsað sér að taka þátt í þessu verkefni og það voru og með það í huga að leiða saman þá aðila og mismunandi áttum úr háskólasamfélagi, stofnunum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og félagasamtökum sem gætu komið að stofnun svona miðstöðvar. Og það voru að 14 aðilar sem höfðu samband og sýndu þessu áhuga, sumir höfðu áhuga á að leiða, aðrir vildu frekar vera með en ekki endilega í leiðandi hlutverki. Og það sem við höfum að gera síðan með dyggri aðstoð frá Rannís að sjá hvernig við getum samþætt þessar áherslur milli þessara mismunandi aðila með það markmiði að við séum að senda út eina góða umsókn fyrir lok febrúar eða fyrir 22. febrúar á næsta ári. Og ég vildi trúa því að okkur takist þetta. Hérna nánar svona þessar tímalínur og það sem kannski skiptir mestu máli einmitt þarna 22. febrúar. En það líka áhugavert að sjá þarna að þau ætla sér alveg góðan tíma í að fara yfir þetta. Þannig að við erum að tala að verkefni fara af stað einhvern tímann. Verið skrifað undir samninga eftir kannski tæpt ár. Og hvað maður segja, það var það náttúrulega ekki gefið þess umsókn fái samþykki en það svo svona annað kall síðar meir, second chance eins og þau segja. Ég gleymdi örugglega að nefna það áðan að í þessu prógrammi þá gert ráð fyrir 50% mótframlagi þannig að þegar við vorum að tala þarna sirka 100 milljónir á ári sem að vera að koma að utan að þá verið að gera ráð fyrir öðru eins í mótframlagi frá svæðinu. Og það mótframlag getur komið frá einkaaðilum, stofnunum eða hinu opinbera og þau láta í rauninni löndunum það eftir að ákveða hvernig það mótframlag samsett en að minnsta kosti verður það að vera mótframlag og bæði af beinum og óbeinum kostnaði. Og það líka eitt af því sem bara úrlausnarefni hvernig við getum fyllt þann kvóta. Já, þannig að okkar von stendur til þess að við getum
í byrjun næsta árs sent góða umsókn í samvinnu ólíkra aðila, háskólasamfélagsins, fyrirtækja og félaga og í þetta prógram og verðum þarna orðnir virkir aðilar í netverki eftir ári eða svo. Takk fyrir. Já, bíddu við, það var ein hérna. Ef að glerunum verður dreift, að þá voru hérna linkar á alls konar upplýsingar fyrir þá sem að vilja kynna sér málið betur. Takk fyrir. Komið sæl. Ég heiti Kristján. Ég ætla að tala aðeins ofurtölvur. Ég starfa hjá Origo í viðskiptaþróun innviða og ég hef aðeins komið að þessu ETH-verkefni hjá fjármálaráðuneytinu og ætla aðeins að fara yfir hvað hlutverk ofurtölvur geta haft í svona vegferð eins og Digital Europe vegferðin er. Ég ætla ekki að segja ykkur nákvæmlega hvað ofurtölvur eru eða tölvuklassar eða fara yfir nákvæmlega hvað þetta getur gert. Mitt markmið er raunverulega bara aðeins að hjálpa ykkur að spyrja ykkur svolítið spurningar hvað geta ofurtölvur gert fyrir okkur. Svona, heyrið betur í mig núna. Og já, það er raunverulega bara markmiðið. Ég ætla að fara á nokkrum glærum yfir það sem ég sé sem svona nokkra staðreyndir sem að eiga að hjálpa okkur að átta okkur á þessu og fyrir mér þá er alveg augljós tækifæri í þessu. Ég er ekkert sérstaklega gagnyrtur. Ég á held ég 7 mínútur eða 4 mínútur núna. Þannig að bear with me, ég á ekki eftir að klára þetta á þeim tíma en ég skal reyna. Sko, það er auðvitað þannig að við erum komin hérna, já. Að það er alveg ljóst að við vitum það að gagnaverin á Íslandi þau hafa náttúrulega verið tengd við rafmyntaframleiðslu talsvert mikið undanfarin ár. Og það er eiginlega þannig að því fylgir ekkert sérstaklega jákvætt fótspor og orðspor heldur. En við vitum það líka að það er alls konar aðrar þjónustur sem hefur reynt að koma inn í þessi gagnaver í tíðina. Og þar á meðal erum við að tala HPC eða ofurtölvur og reikniklassa. Ástæðan fyrir því að það er eitthvað sem gagnaverðir virðast vera fókus á í dag er einfaldlega sú að númer 1 að þá skiptir ekkert öllu máli hvar þessi reikniklassar eru staðsettir. Þeir geta verið staðsettir lengra frá notendum heldur en margar hefðbundnar applications sem eru geymdar í gagnaverðum. Það er líka þannig að HPC hefur rosalega þungt kolefnisfótspor og við erum á Íslandi rosalega vel búin til þess að aðstoða aðra út í heimi eða minnka þetta kolefnisfótspor. Ef við horfum til töfluna sem er þarna neðst, þá sjáum við það að hérna er bara verið að nota staðlaða losunarstuðla sem eru aðgengilegir og opinberir við það að reikna út kolefnisfótspor 400 kjarna reikniklassa sem væri þá staðsettur í gagnaveri í öllum þessum löndum. Ég vil líka taka það fram að í þessum forsendum sem ég er að gefa mér þarna, að þá eru gagnaverin í þessum löndum jafn hagkvæm, þar sem með jafn háa nýtingarstöðul varðandi kælingu og slíkt og við erum með hérna. Og við vitum það alveg að það er ekkert þannig. Það eru mjög fá lönd sem ná því. Meira að segja þegar við horfum til samkeppnisaðila okkar eins og í Norður Svíþjóð og Noregi og svoleiðis, að þá er það einfaldlega þannig að þó svo að þar sé kalt í veðri og raforka ódýr og annað slíkt, að þá er til dæmis staðreyndin sú að það verður alltof kalt þar. Það fer eins og til dæmis bara í Norður Svíþjóð, þá erum við kannski að tala um -30 eða -40 og það er líka þannig að sveiflan fer svo yfir sumartímann upp í kringum 30. Til samanburðar þá erum við með í kringum 2 klukkustundir á ári þar sem við förum yfir 22 gráður í Reykjavík. Þannig að
þegar við tölum það hérna á Íslandi að það er rosalega sveiflur í veðri á Íslandi, það er alveg rokkar, við vitum aldrei hvað morgun. Það bara fínt, það eru sveiflur hérna, en þær eru svo litlar miðað við það sem þarf að reikna með annar staðar. Og þetta eru bara atriði sem telja alveg inn í telja alveg inn í þessi mál, sko. Og svo náttúrulega eins og allir vita sem á Íslandi búa, við erum náttúrulega ekki með óhreint orkumix þó að við höfum ekki tíðina verið að selja frá okkur vottorð. Þá er það engu síður þannig að við framleiðum bara hreina raforku og þeir aðilar sem eru í þessum bransa í dag á Íslandi, þeir fara allir fram á uppruna vottorð á þeirri raforku sem þeir eru að nota í sínum gagnaverum. Þannig að ég held að við séum mun betur stödd hérna heldur en margur hvað þetta var. Sko, það er eiginlega svolítið þannig að það er ekkert allir sem átta sig á því eða gera sér grein fyrir því hver hlutverk þessara ofurtölva og reikniklasa er. Og það er svolítið þannig að þetta er orðið svo víðtækt, þetta er í svo mörgum geirum, þetta er í framleiðslu og þetta er í fjármálafyrirtækjum, heilbrigðistengdri þjónustu, bara allur hönnun hér bil, you name it. Og hérna erum við myndir sem sýna alltaf bara eins og við gerðum þetta einu sinni, við vorum að taka kannski 50 bíla og keyra á vegg og sjá hvað gerist, eða jafnvel 100 bíla, meðan núna gerum við það bara í sýndarökkuri og sjáum þetta miklu þægilegri máta og kostar miklu minna, er miklu einfaldara og miklu fljótlegra. Og það sem þetta er eiginlega kannski það sem er grunnurinn í þessu, það er hvað þetta hjálpar okkur að fleyta allir tækni fram. Það er verið að gefa okkur sandkassa sem við getum notað til þess að framþróa alla gera hér bil. Þetta kannski má eiginlega líka þessu við það að vera með mann í vinnu sem á að prjóna 30 lóðpeysur og það tekur hann bara ákveðinn tíma að prjóna 30 lóðpeysur en leið þú bætir 5 prjónurum við að þá er hann alltaf miklu fljótari, sko. Og framþróunin í þessu er bara svo rosalega hröð að þetta er eiginlega eins og við séum að fá, við getum líkt þessu við það að fá kannski á einu ári alltaf 39 prjónara. Það er rosalega mikil aukning í því hversu efficient við erum í þessari reiknigetu. Það er bara einfaldlega þannig. Svo er auðvitað líka þannig að veit ekki hvort þið sjáu, þetta er svolítið litla myndin þarna hjá mér á kantinum, en við erum alltaf að tala ský. Það er alltaf leiðin í skýið og það er alltaf verið að tala það, þetta verður alltaf að vera svo nálægt öllum og nálægt notendum og slíkt. Sem myndist á áðan, þá þarf ekkert alltaf að vera nálægt. Það er ýmsar þjónustur sem geta verið lengri burt og sérstaklega þessar. Ský er ekki bara Google og Azure og AFS. Öll þessi upplýsingatæknifyrirtæki á Íslandi og þessar gagnaverin sjálf líka reka einhvers konar ský. Og við höfum að hætta að tala þetta sem einhverja sértækar hýsingaþjónustur sem þessi og hinn aðilinn með. Þetta eru bara skýjaþjónustur. Það eru ekki allar eins, en þetta eru skýjaþjónustur. Og eins og við sjáum þarna í þessum gröfum þó að þessi gríðarlegu vöxtur á private cloud hlutunum sem eru miðjusúlunar, að þá sjáum við það hlutfallslegu vöxtur áætlaður á bæði private cloud og hybrid er ekkert minni. Þannig að það er alveg tækifæri fyrir ýmislegt mix í þessu. Þetta er ekki bara spurning það að það er alltaf að fara í cloudu og það er alltaf að stækka. Við hérna upp á litla Íslandi, við þurfum ekkert bara að fá einhverja hyperscalara til þess að geta gert eitthvað skemmtilegt. Og við eigum ekkert alltaf að horfa til þess, þegar við erum að horfa til þess að búa til eitthvað umhverfi fyrir okkur til þess að þróa og vinna í, þá eigum við ekkert alltaf að hugsa, við hendum þessu bara upp í Azure og við vinnum þetta þannig. Við eigum líka að reyna að vera svolítið meðvituð númer 1, að á Íslandi erum við með hreina og góða raforku sem nýtist okkur og við eigum líka, það er alltaf þessi gamli góði verslum í heimabyggð. Við eigum ekki alltaf að setja penningun okkar út fyrir landstæðina. Og mér finnst þetta rosalega sorglegt. Nú starfa ég hjá upplýsingatæknifyrirtæki og á morgunfundum hjá okkur þá erum við með Teams og ég á kannski Teams-fund með kannski 10 manns einu sinni í viku. Og við sitjum þarna kannski 4 í einu rými og svo eru einhverju víðsvegar bæ og annað slíkt, en við erum allir að tala saman í Dublin.
við erum ekkert hérna. Við erum allir að tala saman í Dublin, af því að þar er Teams, þar er Microsoft með sitt gagnar. Af hverju erum við þar? Við eigum alveg að geta verið hér. Svo er það auðvitað þannig að það er alltaf eitthvað tanginn í þessu, ég skal reyna á fljóturinn, sorry. En það er auðvitað þannig að það er framþróun í sæstrengimálum hérna hjá okkur. Farice er að bæta við nýjum streng núna í sumar og Iris kemur til með að hafa mikil áhrif. Bæði bætir rekstraröryggi okkar og það færir okkur líka nær. Það lækkar tafirnar hjá okkur umtalsvert mikið og færir okkur ekki bara nær Írlandi, heldur líka Bandaríkjunum og restin Norður-Ameríku, Bretlandi og Evrópu líka. Þetta bara gerir það að verkum að við erum miklu samkeppnishæfari heldur en við höfum verið. Þannig að þetta er bara klárt tækifæri fyrir okkur, sérstaklega þegar við erum að reyna að stökkva á fullum krafti inn í svona Evrópusamstarf. Sko, maður spyr sig okkur hvaða þýðingu geta svona HPC-innviðir á Íslandi haft fyrir svona Evrópusamstarf og annað slíkt og okkur hérna. Þess að í rauninni, þess að skiptir kannski mestu máli er það að það þýðir bætt aðgengi fyrir íslenskt rannsóknarumhverfi. Það er náttúrulega bara aðalatriðið þegar við horfum á þetta. Þetta bætir þá, ef við, eins og minnst ára áðan, bæði Test Before Invest og svo líka að vera með vistkerfi fyrir innovation. Það eru lykilatriði inn í þessu. Að við séum með þetta hérna hjá okkur skiptir miklu máli. Það gerir það líka verkum að íslensk fyrirtæki sem er að vinna með evrópskum fyrirtækjum í framþróun á hinum ýmsu hlutum, þegar þau eru að tala við evrópsk fyrirtæki, við hugsum rosalega lítið þetta hérna, þegar þau eru að tala við evrópsk fyrirtæki það að taka sér verkefni fyrir þau, þá geta þau sagt, þegar við förum að vinna þetta fyrir ykkur, þá er kolefnisfótspor hjá okkur í því sem við erum að gera fyrir ykkur mun minna en það sem að gæinn í næsta húsi hjá þér getur gert fyrir þig. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og það er bara mjög mikilvægt. Það þýðir líka að ef við erum með þessa innviði hérna hjá okkur og við náum að byggja þá almennilega upp og náum að halda þeim við og við erum að tala um einhvern skala á svona umhverfi, þá þýðir það að fyrirtæki sem eru í þessum og stofnanir sem eru í þessum bransa hérna heima að nýta þessi innviði, að þau fá bara betri kjör. Það er bara einfaldlega þannig. Því meira sem er að þessu, því ódýrara er það. Það er bara ekkert flóknara en það. Bara í lokin að þá er það þannig að við náttúrulega erum með rosalega mikið af sterkum aðilum sem eru að veita svona þjónustur á Íslandi, allt frá upplýsingatækni fyrirtækjunum yfir í gagnaverin. Það eru margir aðilar sem eru að selja svona þjónustu. Ég er ekki komin inn til að segja Origo, en samt Origo. Þannig að það er alveg þannig að það er hægt að kaupa þetta hjá rosalega mörgum hæfum fyrirtækjum á Íslandi. Þannig að eins og ég segi, hvet ykkur allir að reyna að kynna ykkur þetta einhverju leyti, en frá mínu sjónarhorni að þá skiptir þetta kolefnisfótspor okkar og þessi aukna meðvitund umhverfisvernd og rosalega miklu máli í þessu samhengi. Takk fyrir mig. Komið sæl, Kristinn heiti ég. Ég ætla að tala um 4. iðnbyltinguna og gervigreind. Við getum sagt að fyrsta iðnbyltingin hafi verið snúist sjálfvirknivæðingu vöðvaafls, önnur hafi snúist sjálfvirknivæðingu samskipta, þriðja sjálfvirknivæðingu útreikninga og svo 4. hvað snýst hún um? Þið hafið eflaust rekist á töluvert af fréttum. Hérna eru bara skjáskot sem ég hef tekið af símann hjá mér síðustu 6 mánuðina eða svo. Og það er alveg ótrúleg breidd og fjölbreytni í því sem maður les í þessum fyrirsögnum. Ég ætla ekki að fara að taka saman allt sem búið að tala í fréttaflutningi gervigreind, það kennir margra grasa og alls ekki allt jákvætt. En mér langar aðeins bara að benda á að, og það sló mig dálítið þessi frétt, þar sem einn af amerísku hugsana tönkunum
var að benda á að var að uppfæra í rauninni mat sitt á tækifærum í gervigreind. Og þeir voru með 30 triljarða og 30.000 milljarða og eru búin að hækka það upp í 80 sem nú, já, þarna erum við að fara að tala virkilega háar tölur. En hvað gervigreind? Hvernig eigum við að hugsa hana í þessu samhengi? Mér finnst einfaldast að hugsa þetta svona: hagnýt sjálfvirknivæðing aragrúa verkefna í fjölda iðn- og atvinnugreina. En upprunalega gervigreind rannsóknarsvið og sem má rekja á ýmsan hátt 100 ár þess vegna, 120 ár aftur í tímann, en margir vilja nú rekja það til ráðstefnu sem var haldin í Bandaríkjunum 1958 þar sem að þetta nafn var valið, Artificial Intelligence. Og nú erum við í rauninni að sjá fyrstu afurðir, hagnýtanlegu afurðir þessara rannsókna. Og þess vegna alls ekki þær síðustu afurðir. Vegna þess að gervigreind í rauninni sjálfvirknivæðing hugsunar. Og akademikurum finnst voðalega gaman að rífast það hvað hugsun sé og það í rauninni opin spurning ennþá. En það fer ekki á milli mála að við erum að tala iðnbyltingu og við erum að tala hagnýtingu einhverja hugmynda, einhverja tækni, einhverja rannsókna. Og við viljum hafa þetta sem driffjöður í 4. iðnbyltingunni hér á Íslandi. Því tækifærin eru gífurleg. Og hérna eru bara svona örstutt til þess að gefa ykkur smá innsýn inn í breiddina. Til hægri sjáum við lista af tækifærum sem svona almennt séð sem hægt að nota gervigreind í: sjálfvirk gagnasöfnun, sjálfvirk vöktun, sjálfvirka mælingar, sjálfvirka viðvaranir, sjálfvirk skýrslugerð, sjálfvirk forspá, sjálfvirk stýring. Og þetta á við öll svið mannlegs samfélags. Mögulega, ef við viljum það, ef við höfum þekkinguna og ef við búum til tækifærin til þess. Nú, alls staðar í þjóðfélaginu mögulega tækifæri til þess að nota þetta sérstaklega í ljósi stafræni væðingar. Já, þetta peningaþvottur þarna og við þurfum að koma þeim fyrir bak við lás og slá. Það nú svona þessi tilvísun. En svo erum við líka með sérstöðu sem íslenskt mál og það nú komin einhverju mánuði síðan ég gerði þessa Google leit þarna, en ef þið sjáið efst niðurstöðuna úr mismunandi föllum þá náttúrulega alveg agalegt hvað Google er heimsk. Nú, allt það efni sem gefið út, lagamál og svo framvegis, þetta allt tækifæri sem við getum nýtt sjálfvirknivæðingu í. Þannig að það fer ekkert á milli mála, það munu verða breytingar, það munu verða mikil tækifæri, en spurningin hvernig viljum við koma ár okkur fyrir þannig að þessi tækifæri nýtist okkur til góðs en verða okkur ekki til trafala. Og við höfum nú þegar séð áhrif þessar iðnbyltingar í rauninni, bæði þeirrar síðustu og þessar sem núna að hefjast, á öllum sviðum í rauninni. En það má ekki gleyma því, og enn og aftur að því, að við erum að tala hagnýtingu. Og hvað felst í hagnýtingu? Hvað þýðir það? Þýðir það að háskólarnir gjörbreytast? Förum við að láta alla háskólanema allt í einu hætta að lesa bækur og bara fara að forrita 100% af sínum tíma? Og þá ég að tala aðalega í tölvunarfræðin. Nei, bara alls ekki. Háskólarnir í rauninni breytast líklega minnst vegna þessara breytinga. Vegna þess að við erum að tala hagnýtingu og það náttúrulega aðalega atvinnugeirarnir og mannlífið í heild, stjórnsýsla og svo framvegis. Auðvitað má segja, akkur ekki hægt að nota sjálfvirknivæðingu í kennslu,
Jú, það er hægt, en það hefur reynst frekar erfitt að sjálfvirknivæða einhverja stóra prósentu menntunar hingað til. Þannig að við erum að tala sjálfvirknivæðingu á alls kyns öðrum hlutum, við erum að tala einhvers konar low hanging fruit, ef við getum leyft okkur að sletta. En rannsóknarstofnanir halda áfram að stunda sínar rannsóknir. Það breytist ekki neitt og mjög stór prósenta þeirra rannsókna fer fram í háskólanum. Til þess að verða að hagnýtri afurð þá þarf hugmynd, rannsóknar, afurðir og svo framvegis að verða að vöru eða þjónustu. Og þetta getur tekið gífurlegan tíma og kostnað. Og stundum bara verður það alls ekki. Stundum reynast aðferðir eða hugmyndir sem koma úr rannsóknarumhverfi eða þessuna hvar sem það spretta. Stundum verða þær bara alls ekki að neinu. En langflestar þeirra tekur töluvert mörg ár að verða að einhverju. Og við getum talað hér tækni yfirfærslubilið. Og á Íslandi það einhvern veginn svona fyrir gervigreind. En það sem við viljum gera að við viljum bæta þessa og búa til samfellu. Og þessi sem sagt, ósamfella hér kostar þjóðfélagi alveg gífurlega í tækifærum. Því að tækifæri sprota minnka verulega. Það að segja, þeir sprotar sem myndu hugsanlega geta nýtt sér sjálfvirknivæðingu og sjálfvirknivæðingu með gervigreind, þeir þurfa að sitja við það að vanta aðgang að þeirri þekkingu sem þeir þurfa. Það er þetta bil sem við viljum brúa. Og þess vegna settum við á laggirnar Viðtölastofnun fyrir rúmum 10 árum síðan. Viðtölastofnun er sjálfseignarstofnun sem hefur í rauninni það hlutverk að brúa þetta bil og búa til samfellu í tækni yfirfærslu frá grunnrannsóknum yfir í hagnýta tækni. Og ég ætla kannski ekki að fara í gegnum alla þessa punkta en væntanlega verður þessum glærum dreift. Þetta er eina slíka stofnunin hérlendis og það er gífurleg þekking innan hennar. Við erum að tala yfir 100 ára reynslu starfsfólks og samstarfsaðila, skulum við segja, nánustu samstarfsaðila. Og einnig samstarf við erlend fyrirtæki eins og við vorum að fá styrk núna frá Cisco í Bandaríkjunum til rauninni hagnýtra grunnrannsókna. Hér er bara stutt yfirlit af nokkrum þeirra sem við höfum unnið með síðustu áratuginn. Hvað gerir svona stofnun? Bara svona til að slúta þessu með einhverjum dæmum. Við höfum unnið nokkur verkefni með Össur, þar sem við þróum nýjan hugbúnað fyrir þá. Við höfum unnið með litlum fyrirtækjum eins og Landhelgisgæsluþyrlan sem flýgur alltaf með hugbúnað innanborðs sem við höfum þróað. Og núna erum við að vinna með Hagstofunni að tækifærisgreina starfsemi Hagstofunnar. Þannig að það eru gífurleg tækifæri á Íslandi. Allt sem að þarf er bara ákvörðunina að taka þátt. En ég held við höfum heldur ekki efni á því að taka ekki þátt. Og þannig að innanlands og samfella í þekkingu hagnýtrar gervigreindar á Íslandi verður að tryggja. Takk fyrir mig. Jæja, heyrist alveg með þér að klukkan er 1:04, þannig að takk fyrir komuna. Það er búið að vera ánægjulegt að vera með ykkur hérna í dag. En ég heiti Theodór Ragnar Gíslason og ég ætla aðeins að koma með svona smá hugveldu netöryggi. Og svona minn bakgrunnur, ég er búinn að vera tölvuhakkari núna í næstum 30 ár. Já, og byrjaði svona 12 ára gamall og það hefur ýmislegt breyst á þessum tíma og iðnaðurinn hefur þróast allverulega og það er svo gaman með Digital Europe að sjá að netöryggi sér málaflokkar. Þetta er bara geggjað. Þannig að ég
fyrir alla í bransanum, og það við erum þó nokkuð fyrirtæki í Íslandi í þessum bransa, að þá þetta bara frábært. Þannig að takk hérlega fyrir það. En eins og ég segi, ég sem sagt í þessum bransa og starfi í dag sem tæknistjórinn hjá netöryggisfyrirtækinu Syndis og líka stofnandi þess. Stofnaði líka fyrirtæki sem hét Adversary, heitir núna Secure Code Warrior og með aðsetur í Katrænartúni. Og eins og ég segi, það búið að vera æðislegt að fylgjast með umbreytingum á þessu sviði og hvar við stöndum í dag. Og það sem kannski, mér finnst mikilvægast við netöryggi, eða það sem ég kalla stafrænt öryggi, af því að netöryggi oft kannski svona svolítið einföldun í mínum huga minnst að kosti á svona cybersecurity, þetta kvöð. Þú veist, við erum alltaf bara að díla við einhverja hausverki, við erum að uppfylla einhver skilyrði eða reglur eða staðla eða einhver lagaleg ákvæði og allt þetta. Og það sem ég held einmitt að Digital Europe áætlunin, það sem ég hef lesið hingað til, að segja að þetta sé tækifæri en ekki kvöð. Og í mínum huga að þá getur gott svona stafrænt öryggi aðgreint vörur, lausnir og jafnvel samfélag frá samkeppni. Þannig að þetta gríðarlega mikið tækifæri, ekki bara fyrir þau fyrirtæki sem að vinna á þessu sviði, heldur fyrir samfélagi í heild sinni. Og eitt svona dæmi sem ég finnst kannski gott að nefna sem svona svolítið íslenskt öll þessi lykilorð, notendaleg lykilorð sem við þurfum að muna. Mamma mín og pabbi eru nýbúin að flytja í nýtt hús og þau ætla ennþá að halda sínu gamla húsi meðan þau eru að klára flutninginn. Þannig að þau eru með internet og sjónvarp og allt þetta á nýja staðnum. En þau muni ekki nýja lykilorð. Og svo endar þetta bara í algjörri vitleysu með slíka hluti og þá svona veltir maður fyrir sig, ekki auðveldara að muna símanúmerið sitt þegar þú ert að reyna að logga inn á eitthvað. Og hvort öruggara? Og ég get bara sagt mína skoðun, að rafræn skilríki í því tilfelli eru miklu öruggari heldur en notendaleg lykilorð. Þannig að þú veist, það er ýmsar leiðir til að horfa á þetta. Og eitt líka, við erum svo lítið land, þú veist, við erum stórasta litla land í heimi og allt það. En það sem er rosalega mikið fyrir okkur öll að átta okkur á, það eru netöryggisfyrirtæki á Íslandi og við erum samkeppnishæf. Og ég ætla ekki kannski að fara hún í kjölinn á því, en ég get kannski talað það út frá reynslu Syndis, að öll þessi fyrirtæki eru viðskiptavini Syndis. Og þau hafa Secure Code Warrior í einhverjum tilfellum, en þau hafa öll leitað til pínu lítils íslensk netöryggisfyrirtæki sem var stofnað í Háskólanum í Reykjavík, einhvers staðar innst inn í Úranusálmu, til þess að reyna að hakka sig. Og af hverju? Og ég svo sem hef ekki endilega svarið við því, en af því að við erum ekki með sölumenn eða markaðsfólk eða skrifstofur erlendis, heldur þetta bara fólk sem bendir á aðra. Og ástæðan sú, og á þess að vera eitthvað hrósamanni og mikið og allt það, að þá þetta bara af því að við erum samkeppnishæf. Og það rosa mikilvægt fyrir okkur þegar við horfum á netöryggi á Íslandi í svona víðara samhengi og stafrænt öryggi, að vita til þess að okkar samfélag samkeppnishæft. Og í tilfelli eins á okkur kunnum þá voru þeir svo hrifnir af því hvernig við hökkuðum þá, að þeir blogguðu það og það er gaman að sjá. En ofan á það, og þetta svona líka annað dæmi að við getum, það ekki bara það að við erum samkeppnishæf, við getum líka haft áhrif. Þetta nú bara nærtækt dæmi aftur, en eitt verkefni sem við unnum með Neytendastofu á Íslandi, íslenskt verkefni þar sem voru beðin að taka út snjallúr fyrir börn, sem í okkar úttekt í raun og veru gaf til kynna að þetta væri ekkert annað en bakdyr inn í einkalíf þitt og barnanna og eins konar njósnatæki. Og það leiddi til þess að úrin voru innkölluð gervalla Evrópu. Alveg geggjað. Af því að, geggjað af því að við gátum haft áhrif og
og sitt sýnist hverjum augljóslega, en bara það er mikilvægt að hugsa til þess að við getum haft áhrif og sama með þegar við vorum að hakka Dropbox sem dæmi, að þá til þess að hakka það fyrirtæki þá þurftum við að hakka MacBook tölvur starfsmanna þeirra og til þess að gera það þá þurftum við að finna villur í Apple stýrikerfinu og skrifa forrit til þess að misnota það og það leiddi til þess að uppfærsla gefin út í samstarfi hjá okkur og Apple og allir sem nota Mac-a hérna inni eru þá með uppfærslu frá litlu netöryggisfyrirtæki á Íslandi og það var svona, þú veist, bara gott að hafa það í huga. Þú veist, ekki vendilega varandi netöryggi heldur bara að við séum ekki að ímynda okkur að við séum eitthvað of lítil í þessari áskorun. En eitt annað er að oft er talað netöryggi á Íslandi og einhver tækifæri og eitthvað svona, en hvað erum við að stefna? Hver er framtíðarsýn? Og hvað er markmiðið okkar með netöryggi á Íslandi? Og ég er bara með tillögu fyrir þennan fyrirlestur. Það er ekkert búið að fara í gegnum neina nefndir eða neitt slíkt. En af hverju getum við ekki verið leiðandi í stafrænu öryggi heimsins? Af hverju ekki? Og svona þegar ég var að velta þessu fyrir mér ég 5 mínútur yfir, en já, af hverju getum við ekki? Og auðvitað getum við það. Við þurfum náttúrulega bara að einseta okkur þá framtíðarsýn sem við setjum eða þau markmið sem við ætlum að reyna að ná og hvernig getum við náð þessum markmiðum? Kemur ekki bara Digital Europe inn og er ein leið til þess, ein af mörgum. Og ég fór og kíkti á þessi 28 köll. Ég sá reyndar ekkert cybersecurity ennþá, en mér skilst að það sé handan á hornið og auðvitað er þetta tækifæri til þess að reyna að stuðla að einhverju, hvort sem það sé tiltekið verkefni eða að einhvers konar markmið fyrir samfélagið heild sinni, ekki bara hérna á Íslandi heldur við annars staðar. Þannig að í lokin að þá datt mér í hug, af hverju ekki bara varpa fram einhverjum svona samfélagslega áhugaverðum netöryggisverkefnum sem ekkert eitthvað of miklu við það fyrirtæki sem ég tala fyrir, heldur kannski bara það sem er tækifæri fyrir þessa mismunandi aðila, EDIH, háskólasamfélagið, ríki og iðna að vinna saman og eitt sem mér datt í hug er að við erum ekki með neina stafrænar almannavarnir á Íslandi. Við erum með viðbragðsteymi, rosa flott CERT-teymi en við erum ekki með það sem er gjarnan í kringum okkur, það sem er kallað netöryggissetur eða National Cyber Security Center. Af hverju ekki? Væri þetta kannski eitthvað staðurinn þar sem er hægt að marka framtíðarsýn og þessi markmið sem við viljum setja til að takast á við vandann og ég veit að ég hefði kannski átt að útskýra hver vandinn er en ég held að við skiljum öll netöryggi nú orðið. En annað sem þetta í hug er að af hverju ekki setja Ísland sem einhvers konar miðstöð fyrir stafræn öryggisfyrirtæki? Það eru stafræn netöryggisfyrirtæki á Íslandi nú þegar og eitt svona dæmi sem ég finnst alltaf gaman að vísa í er að Google einhverju tímapunkti þá man ég að voru 5 starfsmenn Google staðsettir á Íslandi. 3 af þeim voru í netöryggisteyminu og það er svolítið sérkennilegt af því að fólk kannski átt sig ekki á því að netöryggissteymi geta unnið nánast hvar sem er. Þannig að já, það er alveg tækifæri fyrir það. Og svona í lokin, seinasta verkefni sem mér finnst sjálfum ógeðslega spennandi og eiginlega bara mest spennandi tækifæri er að ef við opnum á líðin, það er að segja að leyfa fólki í landinu sem hefur áhuga, kunnáttu og vilja að hakka íslenskt samfélag. Að ef við ætlum að vera leiðandi, að þá þurfum við að vera leiðandi og eitt af því gæti verið svona Hakka Æsland, svo kallað bug bounty verkefni, þar sem við setjum alla innviði Íslands í slíkt verkefni og stýrt verkefni augljóslega og það eru erlenda fyrirmyndir, en við getum verið fyrsta landi í heiminum held ég sem gerir þetta fyrir heilt land. Það er ein hugmynd. Þetta eru bara hugmyndir, ég er ekki að segja að þetta sé meitlað í stein eða neitt slíkt heldur, maður þarf að hugsa einhverjar hugmyndir, en bara takk hérlega fyrir mig.
Takk fyrir það og takk öll þið sem gáðu ykkur tíma í að koma hérna með erindi og vera með ykkar sýn á þetta. Við erum sannlega komin yfir tíman en ég ætla að leyfa kannski örfáar spurningar áður en við bregðum okkur hérna fram fyrir. Það var einhver hérna sem var með míkrófón, þannig að ég skal kannski bara endur taka spurninguna. Siri, viltu ekki koma hingað upp þannig að útsendingin heyrist hérna líka? Spurningin sem sagt snerist að EDH, hvernig að umsókninni sjálfri, hvort það væri tímarammi og hvernig þá hvort að aðrir aðilar en þeir sem hefðu sýnt áhuga hefðu einhver aðkoma að því. Er ég að skilja spurninguna rétt? Stofnun EDH. Já. Já, meinar hérna heima eða? Já. Núna það voru þessir aðalir sem sýndu áhuga og nú er ég reyndar sjálf ekki verið tengd inn í þá undirbúningsvinnu en Rannís hefur stigið inn þarna myndarlega og Einar Gunnar og fleiri í því að tengja saman þessar áherslur sem hafa og hugmyndir sem hafa komið fram til þess að við getum að lokum verið með einu umsókn sem að sameinar þá bæði fyrirtæki, háskóla og stofnanir hér heima og þá styrkleika sem við höfum og við höfum gaman einmitt að við höfum augljóslega ýmsa styrkleika fram að færa þannig að þá værum við með eina umsókn sem fer í febrúar út í þetta prógram þar sem við erum að sækja þetta 3 ára verkefni, 3.700.000 og síðan tekur það einhver mánuð að fá afgreiðslu og ef við fáum já, það seint á næsta ári sem við getum farið af stað. Þetta svona nokkurn veginn myndin í dag. Já. Já, ekki svo ég viti, en það góður punktur. Já, þú getur kannski... Spurningin sneri að því hvort að umsókn Íslands fari einhvers konar peer review, svarið já. Það er að segja að Evrópusambandið tilnefnir eða óskar eftir sérfræðingum sem að verður rauninni svona sérfræðinganefnd sem að rýnir þá umsóknina. Hún fer þá í þessa miðlægu púlju og eins og Siri nefndi áðan að ef að svo vildi til að Ísland kæmist ekki inn í fyrstu umferð þá alltaf þessi annar möguleiki en jú, það er rýnt í gegnum allt þetta ferli, sannarlega. Þetta er ekki bara sækjum og fá stimpilinn, það er ekki þannig. Já, ég hafði misskilið þetta hvort þetta færi peer review hérna heima en þetta er mikið ferli þarna úti og þess vegna líka tekur þetta þennan tíma. Já. Já, þarna er ein spurning aftast. Já, komið sæl, Magnús Yngvi hjá Reykjavíkurborg. Ég er komið aðeins að þessari vinnu, eins og þið kannski vitið, og ég veldi fyrir mér og skil ekki alveg enn hvers vegna þessi tiltekna umsókn þessa miðstöð ekki tengd, eða virðist ekki vera tengd tæknisetrinu. Vegna þess að ég veit að vefst fyrir flestum það er rættast til mót framlags í hvaða formum sem það er. Og nú er ríkið búið að stofna þetta hlutafélagi kringum tæknisetrið og hvers vegna er þetta ekki skrúað einnig á tæknisetrið sem að sannarlega slíkur og gerðvigrænn, er það ekki? Spurningin snýst af hverju tæknisetur sem að er byggt á grunni nýsköpunarmiðstöðvar hinnar eldri er ekki inn í þessu prógrami. Siri, þú kannski tekur upp? Fyrir að fyrsta þá held ég nú að tæknisetur hafi verið einn af þessum aðilum sem sýndi áhuga þannig að ég held að það sé ekkert útilokað í þeim efnum og öðru lagi þá er tæknisetur náttúrulega með eigin stjórn og framkvæmdastjóra þannig að þau hafa taka náttúrulega líka sínar ákvarðanir það hvert að þau vilja stefna þannig að þetta er bara opið og þau eru alveg inn í samtalinu eftir sem best veit. Þannig að þetta er ekki
ráðuneytin eru ekki stýra þessu of mikið heldur hverjir fara þarna að lokum inn, sko, heldur. Það einmitt verið að kalla eftir hverjir þeim sem hafa áhuga á því. Heyrðu, glæsilegt. Takk henni á aftur, þið sem gáðu ykkur tíma, bæði til að koma hingað og ekki síður þið sem að fylgist með á netinu. Við þökkum kærlega fyrir í dag. Bless.